Já, þá skulum við bara leggja fundin í Guðs hendur. Kæri Jesús, ég bið að blessa þetta kvöld og ég þakka þér fyrir að gera það. Ég þakka þér fyrir að þú blessar það með heilugum andæðinum sem mun vinna sitt verk í kvöld. Það mun snerta við hjört okkar og við munum læra og þú mun ljúka upp hug okkar og hjarta svo við skiljum það sem þú vilt tala við okkur. Í Jesú nafni, amen. Amen. Í Biblíunni, við ætlum að tala um það í kvöld, hvernig við ætlum að lifa lífinu lifandi. Ekki að drattast með eitthvað sem bara brýtur niður og eyðileggur líf okkar. Og fyrst áður ég fer svona nánar út í það efni, þá ætlum ég að tala um, þá er það það að það eru mismunandi skilgreiningar á Biblíunni á orðinu synd. Það nota þetta orð í fleiri en einu samhengi. Eða sem leiða að Biblíunni, mismunandi skilgreiningar. Ein skilgreiningin er að synd er allt sem veldur dauða. Og þegar við segjum allt sem veldur dauða, þá eigum við ekki bara við hvort að við deyjum líkamlegum dauða, það er líka allt sem að drepur með einhverjum öðrum hætti líka. Drepur vináttu, drepur samband hjóna, drepur samband systkina, drepur samband barna við foreldra sína og svo framvegis. Eða skemmir líkam okkar, skemmir líf okkar og eyðileggur fyrir okkur. Allt þetta er að synd sé allt sem veldur dauða með einhverjum hætti, drepur eitthvað fallegt eða eyðileggur það, skemmir það er synd. Þetta er ein skilgreiningi sem leiðir af ritningunni og hún leiðir meðal annars kemur mjög sterkt fram í fyrstu Mósebók þegar Guð var að útskýra þetta fyrir Adam og Evu, líf og dauða, og hún kemur líka skýrt fram í Rómverjabréfinu. Svo er til skilgreining á synd sem er bara að brjóta lögmál Móse og á þá við þá sem hafa gengist undir þann sáttmála, gyðingana. Svo er synd skilgreind að fara gegn vilja Guðs, svo er skilgreind synd sem hefur ekkert með ákvörðun okkar alltaf að gera, heldur bara bara allt sem að í raun og veru skilur okkur að frá Guði, allt sem veldur aðskilnaði milli okkur og Guðs. Og það er til dæmis notað í Jesaja, þegar að Guð segir þar, hönd Guðs er ekki svo stutt og hann get ekki hjálpað og eyra hans ekki svo þykkt hann eyri ekki, en það eru syndir ykkar sem hafa búið til aðskilnað og valda því að Guð er ekki nærri. Og svo er til orðið synd í Biblíunni stundum notað meðal annars Gamla testamentinu að missa marks. Það er til dæmis eitt vers í Biblíunni þar sem orðið synd kemur fyrir, þar sem bara einhver var að skjóta, ég held að spjóti frekar en bóg og örfum og hitt ekki. Missa marks. Og syndin er einmitt þetta að missa lífinu. Missa af lífssamfélagið Guð. Guð skapaði mannin til að eiga samfélag við hann og maður ætti samfélag við Guð og Guð við mannin. Hann skapaði mannin til samfélags við sig. Og allt sem skilur að mann og Guð, það er líka skilgreint sem synd. Eða sú skilgreining leiðir af textum Biblíunnar. Þannig að orðið synd er notað í svona mismunandi samhengi og er miklu víðtækar orðheldur en að við kannski áttum okkur alltaf á. Skilgreining Jesú á syndinni er kannski það sem skiptir mestu máli í dag. Og nú ætla ég að fara í Jóhannes 16. kafla. Og þá segir Jesú við lærisveina sína stuttu áður en hann var handtekinn og negldur á kross. Ég hef sagt ykkur þetta frá öndverðu af því ég er með ykkur. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn er að spyrja mig hvert ferðu. En hryggð hefur fyllt hjarta yðar af því ég sagði ykkur þetta. En ég segi ykkur sannleikann. Það er yður til góðs að ég fari burtu,
því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til ykkar. Og það sem Jesús var að tala um þarna er að þegar Jesús fer að brott úr líkamannum, þá kemur hann til okkar í anda sínum. Og í staðin fyrir að Jesús sé bara á einu stað í einu, þá dvelur hann í hjörtu allra sem trú á hann, og hann sagði að hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar verði ég mitt á meðal. Þannig að með við erum hérna á netinu, erum ekki einu sinni í sama rúmi, þá er Jesús samt mitt á meðal okkar, á netinu. Og hann er í hjörtum okkar og hann er við hlið okkar og saman er að gerast allan heim. Þannig að Jesús sagði við lærisveina það betra að ég fari til ég geti komið til ykkar í heilugum anda. En svo segir hann hvað heilagur andi muni gera. En ef ég fer, sendi ég hann til ykkar. Þegar hann kemur mun að sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Svo útskýr hann hver syndin er. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Og hvernig í ósköpunum getur það verið syndin og af hverju skilgreinir Jesús syndina að trúa ekki á hann. Og þetta er greinilega mjög mikill þungi á bakvið þessi vers vegna þess að hann ætlar að koma í heilugum anda til að sannfæra heiminn að þetta sé syndin. Þetta er verkefni sem að hann ætlar að vinna í anda sínum að sannfæra heiminn að syndin sé að trú ekki á hann. Og hvers vegna sagði þetta er ekki synd að lemja fólk, skjóta á fólk, ljúga, svíkja, pretta og það er eitthvað komið inn í netið og gera allskyns svoleiðis hluti og gera eitthvað sem er gegn vilja Guðs og eitthvað sem særi Guð. En þarna talar hann ekki neitt af þessu. Hann segir, heilagur andi ætlar að koma til að sýna heiminum að syndin er að trú ekki á mig. Og af hverju er trúin á Jesús svona mikilvæg í þessu samhengi? Og í Jóhannes 3:14 þá er sagt frá því þegar ráðherra meðal gyðinga kemur til Jesú og þeir eru leynilegan fund að nóttu hann kemur í skjóli nætur svo enginn sjáu það, því að þó ég fær ekki út í það núna þetta Jesú og tilvist hann svo sem predikaði gríðarlega áhrif á pólitíkina í Ísrael á þessum tíma og hann fer að svona ræða við Jesú og Jesú fer að útskýra fyrir hann Guðsríkið, fer að útskýra fyrir hann fagnarendið og segir síðan við þennan mann sem hét Nikodémus og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimerkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn. Og það var þannig að Jesú er að vísa til sögu. Það var þannig að í eyðimerkinni þá kom höggormaplága. Og höggormarnir reyna að höggva í hælina mönnum eða fótinn og setja eiturinn í blóðið og drepa þá. Og þegar að menn fá höggormseitrið, þá geta þeir dáið. Og Móse átt af lausnin sem Guð gaf Móse var að búa til orm úr eyri, kopar sem sagt. Og kopar er tákn fyrir dóm. Og hann átt að taka orminn, festa hann og lyfta honum upp svo allir geta hort á hann. Og ef einhver horfði á þennan eyrorm og svo kom höggormur og beit hann, þá hafði eitrið ekki áhrif. Menn fengi ekki einu sinni ígerð í sárin að þeir horfðu á eyrorminn. Og Jesús segir, þannig eins verður farið með mig. Mér verður lyft upp frá jörðu, og þarna var hann að horfa til þess þegar hann dó á krossi. Og þegar við sjáum í okkar huga Jesú á krossinum og syndin kemur, þá getur hún ekki tekið frá okkur lífið með Guði. Og þegar hann er búinn að segja þetta, þá segir hann að mannssonurinn verður upphæðin eins og eyrormurinn, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Þannig að leiðin til lífsins er í gegnum trú
á Jesú Krist. Og hann segir síðan við Nikodémus, því að svo elskaði Guð heiminn, þetta segir hann í beinu framhaldi, að hann gaf enga son sinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur til að frelsa hann. Þannig að ef við trúum á Jesú og tökum á móti honum sem frelsar okkar, þá eignumst við eilíft líf og þó við bregðumst, þó við klikkum og þó að við höfum allan ófullkomlega leika sem við höfum, þá mun það ekki aðskilja okkur frá Guði ef við segjum Jesús, ég tek á móti þér sem krossfestum og upprisnum frelsara mínum og þú ert minn drottinn og Guð. Þegar við trúum á það með þessum hætti, það mun allar okkar misgjörðir, allt sem við höfum gert, allt sem við gerum, allt sem við eigum eftir að gera og eigum eftir að bregðast, ekkert af því mun aðskilja okkur frá Guði eftir það. Ekkert af því mun taka eilífa lífið frá okkur. Þess vegna skilgreindi Jesú syndina svona í lokin og hann er síðasta opinberun Guðs og stærsta opinberun Guðs. Guð hefði sendt spámenn en svo kom sonurinn og sonurinn endaði á að segja syndin er að vera ekki í samfélagi við mig. Ég er lífið, ég er ljósið og svo sem trúir á mig, hann hefur líf. Og af hverju getur þetta virkað svona? Jú, vegna þess að þegar Jesú tók á krossi, þá tók hann allar syndir okkur á sig, alla þjáningu, alla sjúkdóma. Þess að ég hef áður sagt, þjáningarnar á krossinum eru nánast ekki neitt með að við þær þjáningar sem hann raunverulega þoldi þegar hann þurfti að bera synd okkar út fyrir alla tíma og taka á sig allar þjáningar og syndi mannkins frá upphæði vega og til enda og bera það allt saman, mína og þína þjáningu. Og það er ekki til sú þjáning sem Jesú hefur ekki upplifað í botn. Og þetta þurfti hann að gera utan allra tíma. Hann er kallað lambið sem var slátrað frá grundvelli veraldar því hann þurfti að, og þannig að það sem gerist á krossinum, verður negldur á kross, það er svo lítið að það telst varla með allur þeim þjáningum sem hann þurfti að bera. En af því hann gerði þetta, af því hann tók afleiðingar allra synd okkar á sig, þá er það þannig að þó við bregðumst, þó við klikkum, þá eigum við lífssamfélagi Guð og Föðurinn, eigum eilíft líf með því að trúa því að Jesú sjá Jesú krossfestan, upprisinn og játa sem frelsara sinn. Þess vegna sagði Jesú, syndin er í raun og veru hér eftir að trúa ekki á mig. En það var ekki þannig áður. Það var ekki fyrir Jesú var dáinn á krossi og búinn að taka syndir okkar á sig sem að hann það er ekki fyrir hann búinn að taka syndir okkar á sig sem að hann gat sagt að syndin er að trúa ekki á mig. Það er ekki fyrir hann búið að lyfta hann upp á krossin eins og eyrormurinn hafði verið lyft upp. En þá hefur syndin ekki lengur þau áhrif að við missum eilífa lífið. Þá hefur hún ekki lengur þau áhrif að aðskilja okkur frá Guði. Eða bara trúum á Jesú. En nú skulum við aðeins fara í aðra hluti og það er áhrif syndarinnar á líf okkar í dag. Við eigum eftir að mæta Jesú einhvern tímann og þá mun hann umbreyta okkur. Biblían segir við verum honum lík, það er að segja að öll löngun okkar til að gera rangt, eyðileggja líf okkar eða valda dauða eða óhamingju, hún er farin og við sjáum Jesú eins og hann er og við byrjum að mótast í hans mynd. Og förum núna í 1. Mósebók, 2. kafla.
Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn lét spretta á jörðina alls konar tré, girnilega á að líta og góð að éta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Þarna voru 3 tegundir af trjám. Það voru alls konar tré sem voru girnilega á að líta og góð að éta. Og Guð vill að við fáum þrár okkar uppfyllt þar. Þrár eftir og þarna bara gat fólk gátu valið að trjám að borða. En svo eru 2 önnur tré nefnd til sögunar. Steinar, það held ég alltaf. Svo eru 2 önnur tré nefnd til sögunar og það er sem sagt lífsins tré sem er í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Adam og Eva gátu borðað hvort sem þau vildu að lífsins tré eða skilningstré góðs og ills. Og nú kann að vera að þessi frásögn sé að einhverju leyti myndlíking, svo við skiljum kannski kjarnan í því sem gerðist. Og kannski er skilningstré góðs og ills, ég hef svona ekki séð það fyrir mér sem alvöru tré heldur að þarna er verið að tala um það, að ef við gerum ranga hluti, ef við hleypum ílskun inn í okkur, við skiljum ekki ílskun og þekkjum hann ekki, en við tökum hann inn í okkur. Og þau völdu það sem leiðir til dauða. Guð sagði við manninn, í 16. versi, drottinn Guð bauð manninn og sagði á öllum trjám í aldingarðinum máttu éta, að vild, líka lífsins tré. En að skilningstré góðs og ills máttu ekki éta, jafnskjóttu eftir að því myndu deyja. Leið og við hleypum inn því sem er Guði, sem að leið andstig eða er rangt, það byrjar allt líf okkar að brotna niður. Þau gátu borðað lífsins tré og valið lífið og lifa lífinu lifandi, en þau völdu hitt. Af hverju? Biblían segir að það var girnilegt til fróðleiks, það svalaði forvitninni, pröfuðu eitthvað nýtt og þau líka hlustuðu á lygina og blekkingin og eins og þau hefðu bara verið dálit, þannig að blekkingin tók völdin og tóku þessa röngu ákvörðun. Og það sem að Guð segir er að það er okkar að velja milli lífs og dauða. Og ef við tökum fyrst valið milli eilífs lífs og eilífs dauða, þá segir Biblían, Jesús er lífið. Og ef þú játar hann sem drottinn í lífiðinu, þá eignastu eilíft líf. Og þá muntu lifa þótt þú deyr, að eilífu. Ef þú gerir það ekki, þá munu syndir þínar, allt sem er rangt í þín lífi, aðskilja þig frá Guði og þú munt ekki verið, þá ertu eins og grein sem hefur verið sniðin á stofnunum og fær ekkert líf og vistnar og deyr. En nú ætla ég að fara aðeins út í hvernig við eigum að lifa lífinu núna, þangað til við deyjum eða Jesús kemur aftur og allt verður breytt. Hvað með tíman frá núna og þangað til að vera annarkvort farin úr þessum heimi eða Jesús komin aftur. Og núna þurfum við að velja að lifa lífinu lifandi frá deginum í dag. Ég ætla að lesa eins úr Rómverjabréfinu 7. kafla. Og það er búið að skrifa margt og undan sem ég get ekki alveg farið í, en
en hann að klára hann hann í ákveðnu umræðu, hann Páll þegar hann segir, eða hvað? Eigum að synda fyrst þegar við kynntum lögmálinu heldur náðinni. Ég lýsti náðin á hann. Að það sem við klikkum, það breytir ekki samfélag við Guð ef við tekið á móti lífinu með því að trúa á Jesú Krist. Og þá segir hann, nei, það er fjarstæða. Vitið ekki ef þið gerist ánauð því einhvers er þið nauðbeygð til að hlýða honum. Og Páll að segja, ef að við hleypum að einhverju sem leiðir til dauða, og þá ekki endilega líkamlega dauða, það getur bara verið drepa vináttu, drepa samfélag, drepa sambandi börn, vini, vinnufélaga eða eitthvað sem leiðir til dauða, eitthvað sem leiðir til eyðileggingar, að þá verðum við ánauð, þá verðum við þrælar. Því að eitt eðli syndarinnar er það að hún að neyða okkur til að gera hluti. Við viljum lifa lífinu lifandi, við viljum eiga gott líf, við viljum eiga góða heilsu, við viljum vera glöð. En syndin, ef við hleypum, ef hún tökum, þá neyður hún okkur til að gera það sem er ekki gott. Ég get nú bara tekið dæmi að fyrir í kvöld, þá fekk ég kjöt í karrí og kjötsúpu og með sterkri karrísósu. Þetta er þetta besta sem ég fæ. Og ég át mér til óbóta. Og nú er ég með moralinu eftir. Syndin virkar þannig að þegar við hleypum að, ég ætlaði ekki að borða svona mikið þegar ég settist í borðið. Ég myndi orða þannig, þetta var svona sjálfkraf upp í mér, ekkert þetta. Nei, ég er að grínast. Og eins er það með fólk sem reykir. Fyrst gera það eins og Adam og Eva gerði í aldingarnum, það forvitni prófa eitthvað. Svo verður fólk ánauðugt og erfitt með að hætta. Og ég hef sagt áður frá því, en það er alveg grópuð mynd hérna í huga mínum, þegar ég heimsótti ömmu mín á Vífilsstaði sem þá var sem sagt fyrir lúnasjúklingu og eitthvað fleira. Og þá sagði hún, þá satt ég með henni á stað sem var kallaður Syndin. Hún hét Syndin. Og það var eini staðurinn í húsinu þar sem átti reykja. Og ég hef aldrei bara séð annað eins í þessu sambandi. Þarna satt fólk að reykja. Og flestir voru þannig inni, meirhlutinn, af því að þeir höfðu verið að reykja. Og búin að eyðileggja munninn og hálsinn, konum með krabbamenn út af þessu. Og og að því að munni var ónýtur, þá var búið að gera gat á barkaninn á hálsinnum. Og þar stunguðu sígarettun inn og sugu. Lokuðu munnum og reyktu svo leiðis. Þrælar þess sem hafði komið þeim í þessa stöðu. Og það sem var enn hrikalegra, að þarna inni, þar sem allt logaði í sígarettum og náttúrulega eldið á leið, þar var helmingurinn með súrefniskúta sem þau var að reyna að anda með, þannig að þetta var stór hættulegt, ég skilum bara ekki, ef eldvarnar eftirlitið hefði komið að inn, það hefði bara liðið yfir á. Þetta var svo hræðilegt, þetta var stór hættulegt. En þarna satt fólk og þetta var kallað syndin. Og fólki vissi að þó það giftist þetta, þó það þráði þetta, að þá var þetta það sem hafði eyðilagt líf þeirra, flestra, og var ástæðin fyrir það var þarna, en þeir voru þrælar og urðu að gera það. Þetta var þeirra húsbóndi, tóbakið, nikótínið og þau urðu að hlýða. Og þannig er syndin að þegar að hún fjötrar okkur og Guð vill hjálpa okkur að komast út úr þessum fjöturum. Og það er kallað helgun. Við erum ekki að því fyrir Guð nema því leyti
að Guð vill að við gerum það vegna þess að það er okkur fyrir bestu. Þegar við segjum við börnin hvað þau mega og mega ekki, það er yfirleitt að því við erum bara að hugsa þeirra eigin hag, ekki fara út á götu. Ef barnið mitt fer út á götu og byrjar að leika sér, þá verð ég ekki fyrir bílnum. En ég vil vernda það. Og þegar Guð er að leggja okkur í lífsreglunar, þá er það okkur til verndar, okkur til bjargar, okkur til lífs. Og hann segir, vitið ekki að þið gerist ánauðug því einhvers þið nauðbeygt til að hlýða honum. Og þannig var með þetta fólk á Vífilsstöðum, það var nauðbeygt til að hlýða. Það fór bara með súrefniskvótana niður og reykti í gegnum hálsinn. Annað líka sem að tengist þessu til dæmis hlutir eins og ófyrirgefning, reiði, bræði, gremja, að vera í fjötrum óttans. Allt þetta líka, þetta líka þarna undra því að það getur í rauninni búið til gjá á milli okkar og Guðs eða fært okkur frá Guði þegar að við erum föst í ófyrirgefningu. Föst í vantrú, föst í ótta og gremju og reiði. Og það er þannig að Guð kennir okkur, við getum breyst. Og Guð breytir okkur þegar við leitum til hans. Nákvæmlega. En við þurfum að vera tilbúin að horfast í augu við okkur sjálf og það sem er að trufla okkur, það sem við viljum breyta og síðan vinna með Guði til þess að breyta þér. Já, nákvæmlega. Og þetta er atriði sem fer ég á eftir, sko. Já. En þegar Páll er búinn að segja, ef þið gerist því einhvers þið nauðbeygt að hlýða honum, þá segir hann annaðhvort hlýðið syndinni sem leiðir til dauða og sú synd getur verið biturleiki, sú synd getur verið alltaf í stöðu fórnarlambsins, það getur verið svo sarrændi ótti, hatur, beiskja, grimmd, allt sem að hefur neikvæð áhrif, við getum talið upp. Og þá verðum við þrælar þess. Og menn sem og hversu oft erum við ekki í þeirri stöðu að það er eitthvað sem er alltaf að koma okkur í vandræði og ætlum ekki að gera það aftur, en svo gerum við það. Því við erum þrælar. En svo segir Páll, hlýða syndinni sem leiðir til dauða eða Guði sem leiðir til lífs í réttlæti. Og þarna kemur heilagur andi inn í. Andi Guðs, að Guð vill leysa þessa fjötra úr líf okkar svo við getum lifað lífinu lifandi, laus við biturleika, laus við að geta ekki fyrirgefið, laus við, og fyrirgefning til þess að við frelsumst frá atburðunum, við frelsumst frá þeim sem að gerða eitthvað á hlut okkar, ekki til þess að ekki, það er númer 1 við fyrirgefninguna. Og svo segir hann, en þökk sé Guði, þeir sem voru þrælar syndarinnar, urðu að hjarta hlýðin þeirri kenningu sem ykkur var gefin. Og þarna Páll segir, þið tókuð viðmið Biblíunar, viðmið Guðs, leiðsögn Guðs og handbókinu hvernig ég að lifa lífinu. Og byrjaði að losna úr fjötrum. Fjötrarnir byrjaði að falla. Og hann segir, nú þið leyst frá syndin og bundin réttlætinu. Svo ég noti líkingu mannlífinu, sökum veikleik ykkar. Hann tekur þessa líkingu. Mér betra að vera syndin batt okkur og fjötra okkur, en í staðinn ætlum bara að vera bundin réttlætinu. Og réttlæti í Biblíunni að þegar eitthvað er bognað og það er rétt. Og Biblían segir að stundum gefið Guð okkur tvöfalt tilbaka það sem frá okkur var tekið. Eða margfald. Nú þið, eins og þér fyrrum leti limina þræla fyrir óhrein öfl og siðlausi undir ólögum. Þetta er rosalegt, en stundum menn getur laus höndin og lamið frá sér. Menn geta verið, það getur svo margt verið, menn geta verið þrælar ofáts, menn geta verið þrælar áfengis og bara geta ekki hægt að drekka. Og þrælar þá blekkingar í leiðinu, þeim finnst ekkert verið að hjá sér. En við vorum þrælar að því við gerðum eitthvað sem skaðaði okkur og við vildum ekki skaða okkur, eitthvað sem skaðaði aðra
og bara við urðum að gera því við vorum þrælar, við vorum bara, réðum ekki við þetta. En svo segir, eins og við vorum áður í þessum þrældómi, þá skulum við láta lífið okkar þjóna réttlæti Guðs og helgast fyrir honum. Þegar þið voru þrælar syndarinnar, lutið ekki yfir á réttlætis. Hvaða ávöxtu höfðu þið að því? Hvaða ávöxtu höfum við að því þegar við erum þrælar syndarinnar? Þegar við getum ekki fyrirgefið. Einhver búin að gera eitthvað hluti og hann er búin að gleyma því og lifa bara ágættu lífið þrátt fyrir það og við föst. Hvað er það þegar að við lifum í hatri og ekkert annað kemst að og það byrjar að eyðileggja hjartaði og það byrjar að eyðileggja líffærin, það byrjar að eyðileggja ónæmiskerfið. Það fer að velda vefjagigt. Og hvaða ávöxtu höfðu þið af því af syndinni? Það er syndi, ávöxtu syndarinnar er dauði. Hún drepur, skemmur og eyðileggur. Og svo segir, þá eina sem þið finnið nú að eru til skammar því þeir leiða að lokum til dauða. Svo segir Páll, en nú eru þið leyst frá syndin og bundin Guði. Það er miklu betri fjötrar. Og þá getur þú losa hvernig þú vilt eða þú kærið þegar Guð þrælar engan. Og það ber ávöxt til helgunar. Það er kallað helgun að vera frátekinn. Og í staðinn fyrir að vera frátekinn fyrir syndina og það sem stjórnar líf okkar og við gerum ekki það sem leiðir til lífs og blessunar, að það er eitthvað annað að einhver öfl stjórn okkar eigin syndir, okkar eigin gyndir, að segja sagt að það segir við erum bundin Guði, það ber ávöxt til helgunar. Við helgum okkur Guði, við helgum okkur orði hans, við helgum okkur réttlætinu til að losa fjötra syndi í okkar lífa. Þá byrjum við að lifa lífinu lífandi. Því Jesús sagði, ég er komin, óvinnurinn er komin til að stela, slátra, eyða, en ég er komin til að gefa ykkur líf í fullri gnægð. Yfirfljótandi lífi, á enskunni segir abundant life. Og svo endar hann að segja því laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Og svo hef ég skrifað hjá mér svona dæmi hluti og við getum talið þetta upp með 100 orðum, 200 orðum, 300 orðum, öll möguleg dæmi. Ég skrifaði hjá mér biturleiki, ótti, hatur, áfengi, tóbak og þá þegar ég tala um áfengi þá er ég að tala um þegar það hefur völd yfir okkur að færa okkur til þess að gera eitthvað sem að við viljum ekki gera. Neikvæðar hugsanir. Neikvæðar hugsanir, þær geta valdið magasárum og alls konar kvillum og leitt okkur út í tóma vitleysu. Og stundum það svona óstjórnlegar. Ég heyrði einu sinni svona grínsögu mann sem var að keyra í Hvalfirðinum og þá sprakk á bílnum hans. Og hann var náttúrulega svolítið fúll yfir því, en fór hann að opna skottið og ætlaði að fara að tekka upp bílinn, það var tekkurinn ekki í bílnum. Og hann hugsar, ég fer bara næsta bæ og fæ lánaðan tekki á bóndunum. Á leiðinni koma neikvæðar hugsanir til hans. Og hann fer að hugsa, kannski vill bara bóndinn ekkert lána með tekkin. Kannski þetta bara einhver hundleiðilegur náungi og svo bara byrjuðu hugsanirnar ágera, svo bankar hann hjá bóndunum. Bóndinn kemur til dyra og þá segir maðurinn, fók bóndur, þú getur bara átt þennan tekkin sjálfur og strunsaði burtu. Það er mikið bóndi vissi ekki einu sinni hefði örugglega lánað tekkin sko. En neikvæðar hugsanir geta leitt okkur út í óendanlega vitleysu. Og stundum líka, sko, ég man eftir einum lögmanni sem að hafði það fyrir sig að hann var alltaf að finna að öllu, finna að lögmanninu sem var á móti, málatilbúnaðinum og alltaf einhvern veginn að ef hann klikkaði það var alltaf útskýringin, sko, einhver annar hefði gert það
og hann bara gat ekki, þetta var svona pínlegt alltaf að hitta hann í réttarsalnum og ég tók það ákvörðun reyndar að gera þetta skemmtiefni sko, svona bara frekar heldur en að vera að láta þetta ergefni sko, en sem sagt endalausar að finna að öllum og öllu og ég fann til með honum að vera svona upptekinn af því. Lífið er fullt af því að það gerist eitthvað sem er ekki nákvæmlega svo að vera, fullt af því að einhver gerir eitthvað smá mistök hér og þar, en að vera með það á heilanum hvað að mistök aðrir kunna hafa gert eða hvort einhver annar hefði getað gert eitthvað öðruvísi eða og svo framvegis, það er bara hryllilega áþjón og bara auðmingja maður. Og agaleysi, það er eitt af því sem að sko, ég man eftir því þegar ég var nýbúinn að gefa Jesú líf mitt, þá ákvað ég að morgni, nú ætla ég aldrei að syngja í dag. En það var til þess að ég tók eftir veikleika mínum sem aldrei fyrr og það klikkaði náttúrulega mörgu sinnum við daginn. En á sama tíma reyndar tóku félagi minn eftir hvað ég var að breytast til barnaðar. Ég sá mig alltaf verri og verri sko, af því að allt í einu fór ég að beina athygli að göllunum og ég byrjaði að biðja Guð að leysa mig undan þeim. Og eitt af því sem ég glímdi við, það var svona stöðug reiði. Og langrækni. Og ég man þegar ég gat gefið upp til Guðs, þvílíkt frelsi. Svo komu freistingarnar aftur, fyrirgef ekki og fara yfir í þetta. En ég var svo frjáls, þetta var svo yndislegt að vera laus við þetta, að ég fór aldrei tilbaka. Bara sjálfsmýns vegna hefði ég aldrei gert á eigingirni. Þegar það er bara eyðilegur, sko það er þannig að þegar eigingirnin og egoism nær tökum á okkur, það verðum við svo vinalaus. Við verðum einhvern veginn sko, þú veist, það er ekki þannig að einhver segi ég en ekki vera með að þú ert bara eigingjarn. Það eru bara vinir sem segja til vams eins og orðatiltæki er íslensku. Vinur segja til vams. Hinir, þeir bara nenni ekki að hafa samskipti við hann. Og svo veit maður, segir maður að þetta er bara fjarað út og svona sko, þeir eru ekkert eða tímanum í þetta. En þess vegna er svo mikilvægt að við sko segjum Guð, hjálpaðu mér að helgaði þér, helga lífið þér og lifaði lifandi. Og Jesús segir Guðs ríkið, segir Biblíunni, er réttlæti, það er friður. Og ef við erum alltaf með neikvæðar hugsanir, biturleika eða reiði, þá er aldrei friður. Það er réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Guð vil gefa okkur að vera glöð. Og við þurfum að við biðjum Guð að gefa okkur meiri gleði og við getum verið á einhverju stað sem er erfiður núna. En Kínverjarnir segja, og Sara á nú kínverska ömmu sem býr í Singapúr, þannig að hún er að kínverskum ættum. Kínverjarnir segja að löng ganga byrjar með einu skrefi. Þá tökum við bara eitt skref í burtu frá þessu og eitt skref leið til Jesú. Og svo næsta. Og svo næsta. Og ganga okkar hér á jörð, alveg þannig Jesús kemur aftur, er að við helgum okkur honum æ meira og lifum lífinu alltaf meira og meira gleði og meira lifandi. Amen. 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 Takk fyrir þetta. Já, mér langar að fara að segja örstutt áður en við förum inn í hugleiðslu og bæn að allt þetta sem Einar var að telja upp, biturleikinn og óttinn og ofátið og neikvæða hugsanir, allt eitthvað sem ég upplifa að eigin skinni, að eigin raun og allt eitthvað sem ég hef þurft að vinna statt og stöðugt í með Guði til þess að fá frelsi frá þessu. Og það er hægt að breytast alveg svakalega mikið þegar við opnum hjarta okkar fyrir Guð, þegar við tökum á móti Jesú, fáum heilagan anda. Það er eitthvað sem við ætlum að gera hérna í bæninu og eftir fyrir þá sem er að horfa núna eða horfa á upptökuna þegar hún kemur síður á neti, þeir sem hafa ekki tekið á móti Jesú, stíða, skrifa, endurfæðast og öðlast heilagan anda. Við ætlum að gera það í bæninni núna og eftir í leiðinni.
og svo til dæmis þetta sem hann nefndi með þessar sífelldu aðfinnslur og gagnrýni, alltaf að fókusa á og benda á það sem alltaf að fókusa á og benda á allt sem rangt. Og þetta eitthvað sem að plagaði mig og kvaldi mig í mörg ár. Svona var mjög mikið og mjög ríkt í mínu uppeldi þegar ég var að alast upp og svona forritaðist ég og ég var með svona neikvæðan fókus. Ég var alltaf að fókusa á allt sem var að og allt sem var rangt og ég trúði því að ég væri röng og það var eitthvað að mér og það svo mikilvægt að við sem höfum þessa tendensa að fókusa á, að gagnrýna og finna að og rífa niður, að við skoðum með Guð, hverju trúi ég því í hjartanu að ég sé rétt gagnvart Guði. Af því að þú sem hefur tekið á móti Jesú Kristi og átt samfélag við hann, þú ert réttur gagnvart Guði, nákvæmlega eins og ert núna, hér og nú. En til þess að við getum notið góðsæð þá þurfum við að trúa því í hjartanu. Og það rosalega þung byrði að bera að trúa því í hjartanu að maður sé rangur gagnvart Guði. Af því að þá er maður alltaf einhvern veginn að reyna að vinna, laga það með því að vera réttur, með því að skoða það sem að, með því að laga það sem að. Og það svo mikilvægt að við gerum þessa umbreytingu með Guði. Það hann sem breytir okkur, en auðvitað þurfum við að gera okkar part. Og okkar partur númer 1, 2 og 3, að vera tilbúin að horfast í augu við sannleikann okkur sjálf. Af því að það fyrsta skref og Jesús sagði að sannleikurinn mun gera okkur frjáls. Við verðum að vera tilbúin að horfast í augu við það. Síðan næsta skref að biðja Guð að hjálpa okkur og fá frelsi frá því sem að plaga okkur. Ef það einhver synd í okkur, hvort sem það getur verið fíkn, við erum að gera eitthvað sem við viljum ekki gera, hanga of lengi í símanum, við erum að hámhorfa á Netflix þegar við vorum búin að taka ákvörðun við ætlum að lesa í Biblíunni, við erum að borða mikið, við erum í leyfum kvíðanum að stjórna í líf okkar, við erum að hvæsa á okkar nánustu eða koma illa fram við okkur sjálf. Það líka ákveðið myrkur sem að býr til fjarlægð okkar, sem fjarlægir okkur frá Guði þegar við erum okkar verstu óvinir og komum illa fram við okkur sjálf og erum að segja og hugsa ljóta hluti okkur sjálf. Þannig að það fyrsta skref að horfast í augu við þetta, sjá þetta, biðja Guð að hjálpa okkur og síðan að segja Guð hvað á ég að gera. Og Guð gefur okkur svo sterkt svar í Rómverjabréfinu í 12. kafla, við erum að umbreytast með nýju hugafari. Við erum að umbreytast með nýju hugafari og það þýðir að við erum að byrja að hugsa og Guð sagði, hann talar út það sem ekki þegar orðið og þá verður það. Og það þetta sem við höfum talað svo mikið það þessar hugsanir og þessi orð, við hugsum og segjum það sem við viljum að sé sagt eins og það sé þegar orðið. Guð gaf okkur hlutveldi sínum dýrðamætti, við höfum kraft og við höfum vald. Og það sem við hugsum og það sem við segjum, það gríðarlega mikill kraftur og vald sem er fólki í því. Þannig að við setjumst niður með Guði og við búum til nýjar hugsanir sem að varða þetta tiltekna svið sem við viljum breyta í okkar lífi. Og þá það hugsanir sem eru þveröfugt við þetta ástand sem að ríki sem við viljum breyta. Og síðan það okkar hlutverk að biðja og hugsa og tala út það sem við viljum sjá verða. Og þegar við gerum þetta og við iðkum þetta þá kemur breytingin fljótt. Og það svo mikilvægt líka að þegar að neikvæðar hugsanir hellast yfir okkur eða verðum reið eða grum eða bitur eða eitthvað af þessu kemur upp, að ekki bregðast við með niðurrifi eða sjálfsásökunum eða að segja ég er svo ómöguleg, ég er alltaf eitthvað að klúra og nú er ég búin að synga og nú er ég búin að eyðileggja allt og nú er ég búin að hleypa myrkrinu inn í mig, þú veist, af því að þá stækkar það bara og verður ennþá verra, við bregðast við með því að fyrirgefa. Við fyrirgefum, við tökum þetta, við tökum þessar neikvæðu hugsanir, við afhendum þær til Guðs og við hugsum vísvitandi ásetningi heilbrigðar hugsanir í stað. Við fyrirgefum alltaf, við afhendum Guði, við veljum nýja hugsun. Og þetta þjálfun sem að þarf að eiga sér stað aftur og aftur og aftur. Þetta eitthvað sem ég ennþá að þjálfa, ég er búin að vera að þjálfa þetta síðan 2019 og við verðum betri og betri og betri og betri í þessu. Og líf okkar verður heilbrigðara og betra því lengur, eins og Einar var að segja. Við erum bara, við erum í þessu þar til að, þú veist, líka með okkur deyr og við förum inn í himnaríki eða þar til að Jesús kemur aftur til jarðarinnar og það allt í lagi og það allt í lagi
þótt við hrösum að gera mistök og það er svo mikilvægt að við sýnum sjálfum okkar mildi og mýkt og skilning og umbreyndi alveg svo faðirinn á himnum sýnir okkur þegar við gerum mistök og af því að það særir hann ef við erum að berja sjálfum okkur að kýla okkur niður eða hugsa neikvæðar hugsanir okkur sjálf eða segja svo ómöguleg, þú veist, Guð skapaði þig. Þú veist, ef að þú ert að dæma að rífa sjálfa þig niður, þá ertu bara að dæma og rífa niður sköpunarverk Guðs. Og hver erum við að leyfa okkur það? Amen. Það er eitt sem að mér langar að nefna sem ég gleymdi að fara út í, bara stutt, það er það að eitt af því sem kemur skýrt fram í Biblíunni, að það er áhersla Guðs og Biblíunar að við sem ekki þrælar nokkurs manns. Og bara ekki þræla neins, hvorki hugsan okkar, gyrnd okkar eða neikvæðar hluti okkar lífi eða nokkurs einstaklings. Þá engin einstaklingur hafa valdið okkar lífi. Ekki vinnuveitandi, þá meina ég á þann hátt að við séum eitthvað skjálfandi út af einhverjum fulla óþæginda tilfinningu, óttast stjórnast af mögulegum viðbrögðum annarra. Við eigum ekki vera losa allar svona þrældómshugsanir úr lífi okkar. Við eigum að vera frjáls. Það er það sem Guð vill gera okkur, frjáls á öllu sviðum. Amen. Amen. Þá ætlum við að fara í smá hugleiðslu og bæn og þetta verður svona cirka 10 mínútur og fyrir þá sem að vilja þá er bara mjög gott að sitja í þægilegri stellingu ef þið viljið þá megið þið líka liggja fyrir þá sem að þykir það þægilegra og þetta er svona bæn sem að ég ætla bara að leyfa mínum anda að koma með í flæði og þið megið síðan endurtaka í hjartanu eftir mér og þegar við förum í svona slökun og hugleiðslu og við förum í svona bæn að það verður svo rosalega mikil áhrif af bæninni að þetta fyrir beint inn í hjarta. Það er engin gagnrýn hugsun að þvælast fyrir eða neitt slíkt og svo opnum við hjarta okkar fyrir heilugum anda og leyfum heilugum anda að vinna þessar breytingar innan með okkur á meðan að við hvílumst og gerum ekkert á meðan. Amen. Já, ég þakka þér Guð að þú bara stýrir núna tungu minni og ég þakka fyrir að þinn heilagi andi er hérna yfir, andi lækningar, andi lausnar og andi frelsis og ég legg þessa stund og hvert og eitt okkar í þínar hendur Drottinn. Þú þekkir okkur, þú veist hvað hver og einn þarfnast hér og nú og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera stórkostleg kraftaverk í hjarta okkar, í sálin okkar, í hug okkar og í líf okkar. Og ég þakka þér fyrir að þín hönd Drottinn er á hjartan okkar núna. Að þinn stórkostlegi, læknandi umbreytingakraftur er að vinna innra með okkur og í hjartan okkar hér og nú. Og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann. Og bara leyfa þér að slaka á. Og síðan máttu endurtaka þessa bæn, annaðhvort uppátt eða í hljóði í hjartaniðinu, ef þú vilt. Kæri Jesús. Kæri Jesús. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að ég er þitt barn. Takk fyrir að ég er þitt barn. Ég lifi í þínu ljósi. Ég lifi í þínu ljósi. Ég lifi í þínum kærleika. Ég lifi í þínum kærleika. Og ég lifi í þínu frelsi. Ég lifi í þínu frelsi. Alla eilífð. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Jesú nafni.
Og ég þakka þér, Jesús. Ég þakka þér, Jesús. Þarftu ekki að endurtaka. Og ég þakka þér, Jesús. Og nú megi ég bara endurtaka í hljóði, í hjartan ykkar, að þú dóst á krossi fyrir mig og ég trúi því í hjartanu að þú hafir helgað mig, að ég sé helguð eða helgaður vegna þín, Jesús. Og ég trúi því í hjarta mínu að þegar þú, Jesús, stóðst á krossi, þá gerðir mig réttan gagnvart Guði. Ég er réttur gagnvart þér, Guð, vegna þín, Jesús. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að helga mig þér, Guð, að vera bundin þér, Faðir, þú sem ert á himnum, þú sem ert hjá mér alltaf. Og ég opna hjarta mitt núna, einlæglega, og ég hleypi þér, Jesús, inn í hjarta mitt, þar sem þú losar alla fjötra syndar, alla fjötra myrkurs, alla fjötra þrælkunar, og ég er frjáls. Og allt sem ég hef verið að gera, sem ég hef ekki viljað gera, í Jesú nafni afhendi ég það til því núna. Og í Jesú nafni er ég frjáls. Og ég stíg inn í anda mig núna. Og ég lýsi því yfir með þeim krafti, með þeim mætti, með því valdi sem sjálfur Guð almáttugur hefur gefið mér. Ég er frjáls í Jesú nafni. Ég er heilbrigður í Jesú nafni. Ég er friðsæl í Jesú nafni. Ég er djarfur, hugrakkur í Jesú nafni. Og ég er ekki bundin neinu eða neinum öðrum en Jesú Kristi.
Halleluja, og þú finnir fjöturna falla af þér. Og það er ekkert illt sem getur snert þig eða komið nálægt þér að þegar ljósið lifir og býr innra með þér. Að því að ljósið sem er Jesús hefur þegar sigrað allt, er sterkara, máttugara og kröftugara heldur en allt annað í þessari veröld. Hefur læknað alla sjúkdóma. Brotið öll bönd og höft og gefið þér eilíft líf. Og þú opnar hjartað núna og tekur við lífi Jesú Krists í fyllstu gnægð. Yfirflæðandi allsnægtir. Yfirflæðandi bikar af blessun og uppskeru frá Guði. Það sem Guð er að gefa þér tilbaka margfalt, allt sem hefur áður verið tekið frá þér í Jesú nafni. Af því að uppskerutíminn er núna. Og Guð er að fara að gera eitthvað stórkostlegt og fallegt, eitthvað gott í þínu lífi. Og hann setur blessunin í hjartað þitt, gjöfin í hjartað þitt, af því að hann elskar að gefa. Guð elskar að gera eitthvað fyrir þig, af því að þú ert barnið hans, dóttir hans, sonur hans. Og þegar Guð horfir á þig, þá sér hann allt það fallega og allt það góða í þér. Og þú ert verðugur í hans augum. Og Guð vill að þú væntir ávallt þess besta. Eitthvað gott er að fara að gerast.
ef að síminn hringir, að fyrst að hugsa sig, þetta eru örugglega góða fréttir. Að velja alltaf hugsun sem er full af lífi, ljósi, sem er full af fögnuði og eftirvæntingu. Ef þú fær tölvupóst og þú ert að fara að opna tölvupóstina, þá hugsaðu, þetta er örugglega einhver frábær blessun. Ef þú ert að fara eitthvað í ferð eða að fara að hitta eitthvað, þá hugsaðu, þetta verður örugglega frábær ferð eða eitthvað skemmtilegt eða fyndið að fara að gerast. Guð gaf þér vald yfir þínum hugsunum. Og lykillinn að því að lifa lífinu lifandi er að velja heilbrigða hugsun sem að þóknast Guði. Þegar Jesús stóð á krossi, þá gaf hann þér vald yfir myrkrinu. Og nú ætlum ég bara að biðja að ímynda þér að þú leggist í hvíld Guðs. Þú leyfir hvíld Guðs að fylla hjartað þitt og fylla sálina þína og fylla hugan þinn og líkamann þinn og tilfinningarnar þínar. Og síðan ætlum við bara að liggja þarna eftir þessa litlu bæn. Komdu heilagur andi, umbreyttu mér samkvæmt þínum vilja, í Jesú nafni. Og þá máttu bara draga djúpt inn andann, segja takk, Jesús, takk fyrir þessa stórkostlu blessun og umbreytingu. Og opna augun, hægt og rólega ef þú vilt. Þú mátt líka vera áfram í þessu
slökunar ástandi. Amen.